Jæja, nú pröfum við að taka vídeo. Ég kom með hérna alvöru ljós sem ég get ekki hort í af því þau eru svo björt. Og þið sjáið allt af því þetta er svo mikil birta og þetta er svo góð myndavél. Þið sjáið örugglega að ég var að kreista smá hér og smá hérna eitthvað og fullt af fæðingablettum. En það er alltaf það. Ég er búin að bíða eftir að geta tekið upp vídeo til þess að geta notað þessa Dancing Till Dusk Eye and Cheek Palette frá Sleek. Aðalega út af því að það er kinnalitur í þessu sem heitir Mirrored Pink, þessi bleiki. Og hann sem sagt kom út einhvern tímann í limited edition línu frá þeim sem að ég eignaðist ekki. Þannig ég er óbúslega spennt að prófa hann. Hinn liturinn er til, hægt að kaupa stakkan. Sahara minnum hann heitir. Og svo er þessir brúnu og ljósu, þeir eru allir í Au Natural palettunni sem eru svo vinsæl. En þetta er bara, minnst þetta er svo sniðu gjöf. Handa svona bara, alltaf þessi paletta handa í rauninni bara öllum, hvort sem er að byrja að mála sig eða ekki. Ég vantar bara eitthvað svona þægilega grípi. Það er þessi voða sniðu. Þannig að, eins og alltaf, þá byrja ég á augunum. Og það sem ég geri alltaf, ég nota alltaf primer, það er bara ekki komin einn augnskuggaprimer frá hérna Sleek. Ég er að vona að það komi, ég nota alltaf Urban Decay, ég er reyndar ekki með hann hérna. Það er til ein primer paletta frá Sleek sem er samt bara í litum eða þannig, hún er þess að poppa upp liti og gera á skærari sem er mjög sniðugt, en ég vil nota eitt sem er bara litlaus. En ég er ekki með hann, þannig að ég bara geri það sem ég geri þá ef ég er ekki með hann á mér og þá bara þurrka ég augnlokið af því ég veit það er smá leifar bara af kremi í þessum busta eða smá mikið, bara þess að svona jafna húðina. Og ég ætla sérst að byrja á þessum matta hérna og jafnvel sko blanda ég þessum möttu báðum saman af því að ég byrja á að gera smá skyggingu. Já, ég blanda þeim bara hans saman af því mér finnst ekki aðeins og dökkur ljós og aðeins og ljós. Og ég byrja sérst bara að búa til skyggingu við beinið, þetta hér. Af því ég vil hafa hann alltaf frekar milda og svona láta hann svona pínu deyja út. Af því ég vil svo hafa dökku skygginguna bara hérna undir beininu. Og þá vil ég, en ég vil hérna alltaf svona meira að maður sjái ekki hvar hlutirnir enda og hvar þeir byrja. Svona í svona mjúkum skyggingum. Svo er þetta bara eitthvað sem maður má alltaf bæta í. Já, ég er að hlusta jólatónlist. Ég er búin að skreyta jólatréð mitt líka. Já, ég bý ein. Já, ég er að skreyta það fyrir mig. Nei, börn mega ekki skreyta jólatréð mitt. Svona bara. Svo ætlum ég bara að taka þennan lit og setja hann á allt augnlokið. Svo tek ég hennan dökka sanseraða
og ætla að gera aðeins skarpari skikkingu með honum og það ger ég bara með því að fara undir beinið hérna. Þetta er bara svona smá til þess að fá dýptina og svona meiri skugga, rammar augun aðeins betur inn. Og svo dreifi ég bara því svo það blandist allt saman og verði engin skil. Svo langar mér aðeins í hérna að dökka undir augun. Mér langar reyndar að nota aðeins hérna blýant sem heitir Molasses, hann er nýr. Mér langar aðeins að nota hann hérna. Ég er voðalega óvön að nota blýanta. Ég hef ekki notað blýanta í mörg ár, en þessir eru svo mjúkir og góðir að ég verð að nota þá. En þess að ég vil bara hann til þess að aðeins að fá meiri, svo er ég með sko brúnan augnskugga í bustanum og svona dreifi bara úr, það er þetta dekkst hérna innst, eins hérna mun. Svona, svo dútla ég bara hérna, þetta er aðeins meira dökkt hérna og hérna. Svona, svo fer ég aðeins yfir með möttulit, honum aftur, blanda þeim saman. Langar að fá aðeins meiri. Svo dreifi ég þessu í rauninni bara út í ekki neitt. Ég vil helst bara skugginn degi bara alveg út. Þess vegna er ég svona brjáluð á blenderbustanum. Alveg eins og vitleysingur. Svo nota ég reynda bara highlighterinn, það má alveg nota þennan sanseraða, en ég ætla bara, því ég er með hann augnlokunum, ætla ég bara að hafa hann þar. Hérna er ég með Contour Kit og ég nota bara highlighterinn úr henni. Ég finnst hann svo mildur og fín. Ég set hann undir augabrúnina. Og því að mér finnst, ef maður setur of mikið, of ljósan lit eða of litmikinn lit, þá finnst maður pínu svona þyngja augnlokið. Ég til dæmis nota aldrei hvítan highlighter, en ég nota kannski svona smá sanseraðan, alltaf í lagi að hann sanseraður, en bara, þú veist, ég ýti svo létt og dusta svo af og svona, bara svo ég sé ekki fá of mikið, þannig við séum bara rétt að fá hérna glansinn og highlightið. Og svo, að þegar ég er sóði og byrja alltaf á augunum, að þá hrynur alltaf smá niður og það tek ég bara með blauturku. Og mér finnst það bara ótrúlega þægilegt. Svo þarf ég ekkert að gera við augabrúnirnar, þær eru svo nýjar og fínar. Ég held ég hafi þetta bara svona, mér langar reyndar aðeins að bæta í ljósari litin hérna. Svona, þetta er bara voða nett og fínt.
Þá langar mig að setja smá eyeliner og þegar ég gera eyeliner þá nota ég svona mjóan og ég byrja á miðju augnlokinu og það er bara málið að drífa sig ekki og gefa sig bara tíma til þess að teikna einmitt. Það eina við þennan gel-liner frá Sleek er að hann er svolítið fljótur að þorna, þannig að maður þarf að vinna svolítið hratt með hann, en hann er algjört æði, hann helst og helst. Svo ger ég alltaf pínu spís og það miða ég við hérna að hann endi þar sem augabrúnin fer út og miða bara svona við hérna aðalega út frá neðri línunni. Þetta er líka bara æfing og gefa sér tíma. Svo ætla ég að nota þennan dökka. Setja hann inn í. Það er alls ekkert allir í því. Það er engin regla, maður bara gerir það sem maður vill. Svo er alltaf erfiðara að gera hitt augað. Þegar þá þarf maður að snúa upp á sig einhvern veginn. Ætlar enginn að fara að semja jólalag fyrir single fólk, single ladies. Þetta er svo voðalega rómantískt alltaf. Algjör óþarfi. Þetta er bara svona sirka bát eins. Það er nóg fyrir mig. Djók, ég tók vitlausa blýant. Þá ætla ég bara að skella á mig eins og maskara. Og það er engin annar en Full Fat Lash sem ég tala alltaf með kúlunni. Og sumir eru svolítið smá stund að fatta hvernig hún nota hana þegar hún er svona skrítinlæginu, en þess að litlu hárin hérna byrja ég bara til að nota á neðri. Líka til þess að fara alveg upp í rótina hérna á efri augnhárin. Þá eru litlu hárin snill til þess. Og svo nota ég kúluna bara til þess að bæta á.
svo að koma nýr maskari sem ég náði ekki að panta inn, hann löngu komin út, en þegar hann kom út þá seldist hann upp hjá Byrgjanum strax og ég búin að reyna að panta hann tvisvar, sem sagt bæði október og nóvember ég búin að reyna að panta hann, en ég gat það ekki af því hann var bara uppseldur og hann kemur ekki eftir fyrir janúar. Spennandi allavega. Hann heitir Unconditional og hann ekki með svona gúmmígræðu, en það á að vera einhver næring í honum sem hann lætur augnaráð hans vaxa betur og lengur eða eitthvað. Ég ætla ekki að votta fyrir það, sko. Ég ætla ekki að taka ábyrgð á því. Ég ætla ekki að lofa því, en ég hlakka rosalega til að prófa hann. Þannig að mér finnst það skemmtilega því hann gerir eitthvað svolítið, hann gerir svo mikið úr augnhárunum. Mér finnst það gaman. Næst ætla ég að nota primerinn, hann í miklu uppáhaldi hjá mér. Hann heitir Control Shine and Prime Oil Free Mattifying Primer, Minimizes Imperfections. Hann mattar og hann svona á að fylla upp í eins og línur, en þú veist, þetta ekkert kitti, sko. Þetta bara, hann bara gerir gott fyrir húðina. Jafnar áferðina, maður þarf minna meik og minna krem og, eða sem sagt, ég ætla að CC krem þess að hann segir krem. Ég er búin að setja rakakrem, ég byrja á því og svo mála ég augun og svo setja ég primerinn og þetta er frekar litlar umbúðir, en málið já, einmitt. Og þú þarft bara svona baun. Já, voðalega. Og ég nuta þessu bara saman og skelli þessu á mig og hann svona voða mjúkur og næs. Ég fíla hann. Og ég nota primer alltaf. Núna til dæmis ég að fara að nota CC kremi frá Sleek. Ég er með Fair og Light, Medium og Dark svolítið dökkir, þá meina ég sko fyrir dekkri húð. Ef það einhver sem vilja panta hann inn, þá bara heyra það í mér. Fair fyrir ljósustu húðina. Þetta svolítið svona, þú veist, bæði hjá bara flestum fyrirtækjum, hvort sem Maybelline, L'Oreal, Body Shop, þá þetta bara Light og Light eða Medium og þetta eins, þetta Fair, Light, Medium og Dark og ég er með Light, en með þetta CC krem að það þekur rosalega vel. Ég á BB kremi frá þeim, en ég ákvað að panta það ekki inn af því að BB kremi eru bara til alls staðar. Mér langar bara að vera með eitthvað kannski aðeins öðruvísi. CC kremin eru jú til á mörgum stöðum líka. En ég hrifin þessu af því að þetta þekur svolítið mikið og ég set bara á handarbakið og ég set þetta á mig með bursta. Stundum eru hraðferð þá set ég þetta bara á mig með hendurna, en mér finnst alltaf betra að nota bursta. Og eins og ég segi, þá þekur það svolítið vel. CC kremi komið á og sjáu að það bara hylur bara ágætlega. Ég ætla að setja smá hylja undir augun af því ég fer sjaldnast með make-up CC krem alveg undir augun. Þá ætla ég að taka hérna Correct and Conceal palettuna númer 2 og ég ætla bara að nota miðurlitin, bara rétt aðeins og þegar þið notið hyljara þá er ótrúlega sniðugt sem þið eru örugglega búin að heyra einhvers staðar eða sjá einhvers staðar að setja ekki bara hér, það sést svolítið mikið ef maður setur bara hyljara bara hérna undir, þannig að það er ótrúlega þægilegt og fallegt að dreifa svolítið úr hann og sumir tala að gera svona þríhyrning en ég er meira bara svona að dreifa aðeins úr honum og svo
nota ég alltaf þennan hérna til þess að buffa hann svona inn og eigið út öllum línum og bara svona jafna hann við sisikremið núna eða mikið. Og ég meira þess að geri svo séu alveg engin skil og þá enda ég alltaf á þessu hérna líka. Og bara eins og einu. Hvað sé að hafa erðmurinn með sér bara? Ég ætla ekki að nota neitt púður núna. Bara því að ég geri það alveg svona langoftast. Og það er alveg misjafnt hvort að ég noti mattandi púður eða hvort ég noti púður með smá ljóma í. Mér finnst það alltaf svolítið fallegt. Og það eru kinnarnar. Ég er svo spennt að prófa hann kinnalit. En ég ætla að byrja á aðeins að skyggja og þá nota ég þessa palettu, Contour Kit, og þetta er medium. Og ég nota dökka, hann er mattur. Og ég ger svona og svo ger ég svona svo það sé ekki mikið. Það sem við erum að miða við er kinnbeinið, að fara undir þar. Sumir tala um að fara í þrist, það er alveg sniðugt. Og ég byrja bara, ég dreg alltaf hérna aðeins upp á. Reynir samt að hafa ekki mikið. Og svo fer ég líka alltaf hérna undir, þannig að það er alltaf eiginlega þessi þristur. Án þess að það sé að búa til þrist í einhverjum brjáluðum handtökum. Svona og svo bara dreifa þessu svo þetta sé ekki of. Svo þetta sé engin strik. Svona bara, eins, hinum einn. Svona. Svo ætlaði ég að nota highlighterinn úr þessum, en highlighter palettan, Precious Metals, hún er svo falleg og ég er búin að nota hana svolítið. Þá nota ég svona buffbursta, svona lítinn og þéttan. Og sko þessi er náttúrulega í uppáhaldi hjá mér af því það er svo sjúklega mikið glimmer í honum. En það er ekki kannski fyrir alla, kannski ekki fyrir svona lúk heldur. Þannig að ég ætla frekar, ég ætla að nota bara þennan. Þessi er, af því hann er svona hlýir tónar eins og ég var að nota. Þessi hvíti er enda geðveikur sko, en ég ætla að nota þennan. Og þá bara nudda ég pínu í og svo dumpa ég alltaf aðeins á hendina svo ég sé ekki fara með of mikið og setja hérna. Það er enda alveg pínu glimmer í þessum. En ég meina. Mér finnst þetta alltaf voða pretty. Svo má auðvitað nota þetta varnar. En ég ætla að nota eiginlega einn af mínum uppáhaldsglossum sem ég er búin að, sem var svona fyrsti svona glossin sem ég pantaði frá. Slík. Þessi heitir A Touch of Pink, hann var bleikur, það er ekkert glimmer og ekkert simmer og ekki neitt. Hann gerir varirnar bara eitthvað svo juicy. Svo má taka til dæmis highlighterinn og setja smá hérna. Fá mér í stút. Og nú er það Mirrored Pink. Og ég nota alltaf svona multitaskbusta frá Real Techniques með svona æði.
bara léttur og fallegur. Hann svolítið svona shimmeraður eins og rose gold, en rose gold náttúrulega með gull shimmeri, en þessi meira svona, kannski meira kaldur heldur en hann. Þetta var alltaf sumt, bara svona plain og falleg förðun, bara alltaf þægileg og bara sniðug að geta haft hana alla hér honni. Eða þú veist, næstu því. Ég ætla að skrifa niður allt sem ég notaði, ég seti þetta í blogg eða inn á, eða fyrir neðan hérna á YouTube eða eitthvað. Og já, ég seti ekkert augabrúna núna því það eru svo glænýjar. Og ef ykkur langar að sjá eitthvað sérstakt, ég ætla náttúrulega að gera look annað með hinni palettinni sem heitir See at Midnight, sem er með dekkri litum og uppáhaldskinnaliturinn minn í henni Antík. Það er hægt að kaupa hann samt líka stakkan. En nú ætla ég bara að henda þessu í gang og fara að gera fleiri vídeó.